gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, það var hugvísinda þing daginn og það alltaf gaman fyrir okkur sem erum að stýra svona þáttum að renna yfir hvort það sé eitthvað spennandi sem við getum flutt hingað að rauðaborðinu og það var meðal annars, einhver málstofa Auði Haralds sem var náttúrulega óheyrilega skemmtilegt fyrirbrigði í íslenskri menningu og bókmenntum. Og þar voru 3 sem voru að fjalla Auði, hvert með sínu nefi býtti við, Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og pislahöfundur vil ég nú segja, fyrrverandi þingmaður, og Auður Jónsdóttir, rithöfundur og blaðamaður. Ritmaður og blaðakona og Katrín Axelsdóttir málfræðingur, verið velkomin. Herðu, Auður eitthvað svona, ég veit ekki, hún svona sérkafli, ekki? Jú. Hún svona, það ekki hægt að hugsa hana aðeins að hugsa svona einhvern veginn persónunnar. Það ekki allir höfund á þannig. Mjög margir. Mjög margir? Já, það ekkert óalgengt, sko. En hún svona stakkurfugl, taldið, sem að kom mjög skyndilega, birtist mjög skyndilega og út úr þjóðadjúpinu? Já, og mitt innlegg var það fjallapínundið þessa bók sem að hún gefur út Kundagshetjuna, sem kemur út 1979, var ekki rétt? Jú. Og hvaða áhrif hún hafði á mig sem rúmlega 20 karlmann og ég fjallaði svolítið hvernig hún lýsir karlmannunum í þessari bók og hvaða áhrif það hafði á mig sem þennan unga mann sem hafði aldrei lesið svona menn í bókmenntum. Frá þessu sjónarhorni, þú kannski lesið akkurat þessu sömu menn bara ekki frá þessu sjónarhorni. Já, nákvæmlega og ég orðaði þetta einhvern veginn á þá leið að þetta veri fyrsta sinn sem ég væri að lesa karlmenn sem hittkynið. Og þetta svolítið stórt innlegg sem hún gefur með. Já. Og ég náttúrulega ekki kona, ég karlinglann. Ég upplifði þetta eitthvað leiti svona líka, sko. Já. Þegar kemur bara einhver rödd sem hafi bara ekki heyrst. Já, líka bæði í einhverjum gamli rýn eftir Helgu Kress frá 79 og líka sem Guðmundur Andri var áður talað í sjónvarpsmyndum hana þetta sko svona hvernig hún gerandi. Hún í rauninni að segja sögu þolanda en hún gerandi. Hún tekur sér vald allsjáandans eða svona sögu konunar og þannig sko þannig maður sér, hún að segja frá svo hræðilegum hlutum á svo fyndin hlut hátt og svo mikið með sínu nefi en áður en ég fer út í meiri svona bollaleggingur að verja að segja ógeðslega fyndna sögu Auði og það var ég gerði sem sagt sjónvarpsmynd hana fyrir RÚV hafði umsjón með og svo ég að vinna á heimildinni heimildinni nýbyrju og þar Helgi Seljan að vinna með mér og Helgi eitthvað hátt uppi eftir þessa mynd og mikill aðdáandi Auðar og svo við förum á eitthvað flug það var rosalega gaman að fá hún til að skrifa pistla í heimildina þegar hún var náttúrulega bara þjóðþekktur pislahöfundur og mikil rödd sem slík á Þjóðviljanum og Skjá einum og út allt og svo ég hringi í Auði og spyr hvort hún sé til í að vera með pistla og það kemur eitthvað fát á hana einhverju tæknierfiðleikar hún segir ég bara svo illa tengdu minna ég bara með svona það þyrfti þá að sækja þetta á kubb hjá mér ég get ekki gert betur og ég segi það ekkert málan Helgi Seljan svo spenntur að fá þig að hann getur örugglega bara komið alltaf á náð í kubbin bara hún átti heima miðsvæðis og þá heyrist í Auði hann Helgi Seljan og ég segi já og hún segir hann kynþokkafyrsti karlmaður á Íslandi og ég segi hún segi já ef þú sendir hann Helga til mín og bara færði eins mikið að pislum og vilt og svo sagði ég Helga þá og það var mjög gagnkvæm aðdáun en hann ætlaði fyrst að flytja og svo flutt hún og svo kviknaði í þannig að varði ekkert úr því að þessir Skrifa hún sem aldrei neina pistla? Nú, hún ætlaði bara fyrst að flytja, svo þessi bruni, svo allt í henni hitti hérna bara í lift á Landspítalanum. Þá, sem sagt, var hún mjög máttfarin eftir hennar bruna
og svo var hún allt í nú dáin. En ég ætla bara eitt en síðustu orðin hann sem hún sagði í þessari sjónvarpsmynd voru að á legsteininum hennar ætti að standa hér hvílir íslensk tunga sem hún var sko í orðsinn, hún var mjög íslensk tunga. Mjög. Alltaf að búa til orð. Finna nýyrði, íslenska hlutina. Þegar maður er að segja eitthvað nýtt þá þarf maður bara að búa til nýja orðið ekki. Jú. Það er maður að endurskapa tungumálið. Já. Varst þú að skoða hennar texta þannig? Og þegar hún lést í fyrra þá fylltist ég löngun til að endurnýja kynnin við gömlu bækurnar sem ég las á sín tíma og búin að vera að því núna síðasta árið og mér finnst mjög áberandi hvað hún nota mikið að stakorðum, orðum sem koma hvergi fyrir annars staðar. Og svo það sem ég hafði sérstakann áhuga á, það var að skoða þetta gat, hún hættir að skrifa. Hún skrifar mjög mikið á 8. áratugnum, frá 8. og 9. áratugnum, frá 79 þegar Kundasetjan kemur út og til 89 þegar Ungká feg og ljósar kemur. Svo kemur ekkert fyrir 2000 og þá er það þessi framhaldssaga. Hvað er Drottin og drolla sem hún gefur út á striki.is. Það fór alveg fram hjá mér, ég las það ekki. Nei, þetta var alveg, hún var mjög mikil frumkvöðl þar. Já. Það bara sáu þetta enginn. Það sáu þetta enginn, þetta var svona eins og Greifina Monte Cristo, þessar gömlu neðanmálssögur. Og svo langt á þessi samtíð að tók ekki næst því. Nei, hún var eiginlega alltaf þannig. Það bjökur sem að stóð fyrir þessu. Svo kom þetta nú reyndar út af bók fyrir, 3 árum eitthvað slags. Einum að Guðrún Eva Mínerudóttir vinkonum mín sem hún hefði lesið þetta jafnóðum, hún var bjóð það mér mjög eina manneska sem las þetta. Já, ég hafði aldrei heyrt þetta fyrir svona 3 árum. En það sem að hún gerir, hún var áfram virk, hún var skrifandi pistla og sá útastætti og svo þýddi hún eða samti texta fyrir þessa auglýsingapjesa sem voru bornir inn í hvert hús. Og það var eiginlega það sem mér langaði að skoða og það sem ég byrjaði að gera í fyrra eftir að Auður dó. Þá fór ég að reyna að finna til þessa bæklinga. Því ég hefði hent öllu og allir sem ég þekkti hefði hent þessum bæklingum en ég hafði samband við konu sem ég þekki sem vann svona hjá tækjarkeðjunni og hún gat grafið upp einhver tvítök handa mér. Og hvað er hún að skrifa í þessu bæklingu? Hún skrifaði þessa auglýsingateksta sem voru oft alveg drepfindnir og mjög í hennar anda. Það er alveg gaman að skjóta inn að Ung feg há og ljósar, hún sagðist hafi verið inspireruð af sjampóbrúsum þegar hún skrifaði hana. Hún myndi skrifa bók sem væri eins og kynningatekstarnir á þessum sjampóbrúsum. Ég man ekki hvað sjampó það var. Nei. En það er svona rímar aðeins við þessar bæklingar. Já, þegar stundu sér maður í bæklingunum hennar einhver atriði úr bókunum og jafnvel öfugt því að hún skrifaði smásögu það sem 2007 skrifaði hún barnabók. Stutta barnabók. Hún er að skrifa auglýsingar í þessa bæklinga sem eru svo briljant og fyndnar að það voru ísið sem að tóku eftir og svo bara hver skrifar þetta? Og þetta var svo mikið bull oft og bara einhver vitleysa og mjög absúrt húmor oft. Hún var fíblast. Alveg. Og hún þarf að skrifa inn í alveg visst format. Já. Það eru 230 orð eitthvað en hún var mjög montin að því ef þú myndir biðja hann eitthvað 567 orð þá færðu það og þetta var alveg svona metnað mál hjá hann. En er eitthvað svona þráður í þessu að hún kemur náttúrulega inn með rosalegum bravur og bóki verður bara umtalast að bók ársins, bara margra missera. Og svo heldur hún áfram og það er svona ekki alveg sama svona viðtökurnar. Svo fer hún og byrjar að finna svona sköpunarþörf sinni í farvegi í pistlum og auglýsingatextum heil allstaðar. Þannig hún er eiginlega svona Clint Eastwood í íslensku bókmyndum svona kemur inn með gítarinn á bakinu og ríður svo bara Came with the dust and Gone with the wind. En það er forvitnilegt að hún er svo sterkur hún svona fer svo af þessum skáldsagnavettvangi
og Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir skrifaði fyrir mörgum árum í Mannlíf greinum akkur hún og fleiri konur eins og Magna Matt hurfu af sjónasviðinu og hvað það var í umhverfinu og hún sagði, og þær töluðu báðar það eins og í þessari mynd að þær urðu fyrir rosalega aðkasti og ofbeldi og áreiti og í rauninni þær svo langt á undan sinni samtíð að samfélagið held ég ekki alveg tilbúið fyrir þær. Er þetta langt seilst? Nei, þetta líka það sem ég var pínlítið svona velta fyrir mér í þessu, sko, að það kemur hérna ákveðin bylgja kringum 1980 eða öllu dálítið fyrr, milli 75 og 80 eitthvað svoleiðis, eða bara á þeim áratug, þá kemur bylgja í íslenska bókmenntir sem var svo kölluð nýja raunsæið. Það eru ungir höfundar sem þetta ungt fólk og þetta er af alþýðu þetta er alþýðu fólk. Þetta ekki svona yfirsettar fólk, hvorki í menningarlífi Samt kannski svona fyrsta kynslóð verkalýðsbarnanna sem að menntuðu sig? Já, nákvæmlega. Þetta er nákvæmlega það. Og að því að þetta er fólk sem hefur menntað sig en heldur trúna við sín uppruna og gildi, þau gildi sem að þetta fólk alveg upp við og skrifa mjög krítískar bækur sem að oft eru misnotkun og ranglæti og tvíunlegt. Og þessar bækur vöktu mikla athygli og slóu í gegn. Þessi bylgja, það er alveg óhætt að segja að þessi bylgja hafi slegið í gegn. Þetta byrjar með Vésteini Lúðvíksinni og svo kemur Ólafur Haukur Símonarson og svo Norma Samúelsdóttir, Ása Solveig, Magnea og tengist því sem ekki hafi gerst kannski í Skandinavíu 10-15 ára fyrr? Algjörlega, sem að eru oft bækur sem að fjalla hlutskipti kannski kvenna í verksmiðjum eins og Ólafur Haukur var nú að skrifa. En þú sagði líka einhvern tíma svo fínt að sko að þetta þótti bara ekki nógu fínt fyrir bókmenntirnar, einhver kona vask upp og lendi í ofbeldi. Já, sko, svo koma fram svona ungir gagnrýnendur, það sem að vinnur okkar Matthías Viðar Sæmundsson var nú fremstur í flokki, sem að svona sker upp herör gegn þessum bókmenntum. Og einmitt segja að þetta sé enga bókmenntir, þetta séu bara einhverja játningar og þetta Hellingabækur? Já, nota kannski ekki það hugtak, það er pínu eldra það hugtak og var pínu aðrar bókmenntir. Það var Guðrún frá Lundi og þær sko og þessar svona rómansur í sveit. En sko þannig að þetta var svona snarlega kveðið dálítið niður og margir af þessum höfundum bara hreinlega þögnuð. Sko ég heyrði haft eftir honum, ég mátti reyndar ekki hafa eftir henni, ég heyrði haft eftir honum Matthías að hann hefði sagt að bara engin kona hefði skrifað góða skáldsögu. Ég heyrði hann aldrei segja þetta sko. Ég heyrði þetta eftir konu sem hafði þetta eftir honum. Það er erfitt að meta það. Það er erfitt að meta það sko. En fekk Auður einhvern tíma vonda dóma? Hún fekk eins og í manda eins og Þórunn Hrefna fór yfir þetta að það var sko mikið fjallað um hana og hún naut alþýðuhylli. Hún kannski fengið einhvern dóm sem var 2 síður í dagblaði en ekki í fagtímaritum bókmenntana. Þetta var, hún var stjarna, hún kom í svona spjallflætti og svona, hún var stjarna í 1980. Já, þótti alveg óhemju orðheppin og skemmtilega sniðu og svo skrifa til dæmis Helga Kress, skrifa dóm mjög jákvæðan dóm hana sem að ég vissum að hefur svona skipt máli fyrir svona bókmenntalegt orðspor Auðar. En heldur hún hafi verið að sækjast eftir því að hún hafi verið fyrir vonbrigðum með viðtökurnar, að það hafa verið kannski í svona einhverjum sérflokki bókmennta sem að þóttu nú ekki verið alveg. Ég veit það ekki. Ég veit ekki, ég þekkti Auði ekki persónulega þannig að ég veit ekki alveg hvernig hún hugsaði. Þú talaði náttúrulega við hana meira en ég og veist þetta kannski frekar. Því ég var að segja að hún hafi verið svona stjarna. 1980 hefði hún verið bara 3 viku í sófónum hjá Gísla Marteini. Já, en hún var rosa leið. En 1995 hefði hún aldrei verið á Gísla Marteini. Nei, en hún varð sjálf leið á þessu. Við töluðum alveg þetta, henni fannst svo gott að vera á Ítalíu að fara út úr íslensku samhengi, að fá bara að vera engin. Þannig ég held, eins og ég segi, þetta var svo mikið áreitt og þetta var svo mikið,
eins og hún talar það var hringt í hana að nóttu sem degi, fólk leta hann ekki í friði, það var aggressíft út í það sem hún var að skrifa. Þá skvett framan í henn á veitingastöðu. Já, þannig hún fer, hvað er þetta, 5 eða 7 ár sem hann er í Róm? Hún er held ég 6 ár á Ítalíu. Já. Mér minnir hún hafi farið 86 og verið til 92. Ég þóri ekki alveg að fara með það. Þetta er örugglega 6 ára tímabil. Hún var bæði á Sikiley og svo í Róm. Og það er, já, svo skemmt, hún er náttúrulega alltaf bara eitthvað að vinna til að eiga mat fyrir krakkunum. Hún skrifar til að geta fætt börnin sín, 3. Ódýrar að lifa á Ítalíu. Já, lifa. En sko, ég heiti Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur daginn og Auður hafði sagt mér, sko, hún hefði verið að lesa upp á einhverju rauðsókukvöldi. Hún var fengið til að lesa upp þar og úr því verður kvöndagshetjan, eða sem sagt, það er einhver svona áeggjan. En það sem sagt, Ingibjörg sagði mér á, þær hefði fengið hana, hún held ég á Kristín Ásgeirsdóttir til að koma hérna og lesa upp kafla og þær verða svona rosalega hrifnar af þessu sem hún les, sem er bara einhver svona drög sem hún er með að fykta við heima á sér. Þannig að Ingibjörg fer á heimsækir hana og bara til að spurja hvort hún megi taka hann kafla sem hún las og sína Jóhanni Páli kaflan. Og hún leifir henni það og Ingibjörg fer og sýnir Jóhanni Páli kaflan og Jóhann Páll segir bara það verður að gefa þetta strax út, eða bara þetta er bara að fá bók úr þessu. Og hann kunna markaðsetja. Og hann kunna, já, markaðsetja. Ég reyndar hef séð aðra útgáfu af því hvernig þessi bók var til og svona sett í pínlítið annað og öðruvísi samhengi, þar að segja ég skoðaði minningagreinar Auði og þar skrifa fyrirverandi ritstjórar Samúels ég veit ekki hvort ég muni þetta tímaritinu Samúel sem að það er nú frækt í Íslandsögunni meðal hans út af viðtali við það var svona popblað með það sem voru líka myndir af fáklædum stúlkum og einhvers konar svona mjög fátakleg útgáfa kraftmikla bíla og unga konur og gamalt viski. Já, svona fátakleg útgáfa einhverja sem var skilgreint sem herra tímarit og Auður hafa skrifað í þetta tímarit. Hún skrifaði viðtöl og pistla og hugleiðingar og þeir sem sagt halda því fram ritstjórarnir að Ólafur Hauksson, já, það var það sem ég rennir upp að þarna hafi eiginlega verið fyrstu pistlarnir sko sem að urðu setna að kvöndasetjinu og þetta hafi verið skrifað á ritstjórnar skrifstofan. Sko hún segir sjálf hún hafi verið með einhver svona drög, hún var búin að vera í einhver ár svona skrifa einhver drög og hún sagði hún hefði ákveðið að skrifa bók að því hún fengi aldrei að tala. Hún, þar að fólk voru gestir og gestirni töluðu svo mikið og vill hafa þeim og hún sagði bara ég þarf bara að skrifa bók, ég fá aldrei að tala. Hún skrifaði það sem hún hefði heldur kosið að segja í partíru. Í partíru. Ég hef á tilfinningun, sko, við vorum taldið mikið að ræða á þessum málþingi hvernig hefði staðið á því að Auður skrifaði ekki meira en raunbar vitni. Ég pílind á tilfinningunni, sko, hún hafi kannski verið búin að segja það sem henni lá á hjarta. Já, getur verið. Og ég hef líka, það er líka annað í þessu, sko, ég held að í öllum svona rithöfundum af hennar kaliber sé í rauninni bara ein bók. Ég ætla samt að koma annað, hún var, nefnilega, það voru nokkri partar í Auði því hvað er Drottin og drolla að fjallar um spænsku veikina, þar kemur bara þessi sagnfræðingur, hann sagði Stefán Pálsson og ég held að hann hafi bara gefið henni 10 fyrir rannsóknarvinnuna og líka fantasíu og fantasíu, þetta er bara eins og Philip Pullman Það er að ræða tilbaka, það voru þessu þrjábækur að ráðmarki. Já, ég þarf eiginlega að ræða þetta tilbaka. Rosalega skemmtileg bók. Ég var komið svo fína teóríu sko. En er þá ekki hugmyndin að hún kemur eiginlega út úr þjóðardjúpinu og er svona bara finnur það hjá sér að skrifa og það verður bara hluti að hennar lífi. Hún birtir síðan að kemur algjörlega nýja rödd þegar hún kemur inn. En af því að hún er ekki sko hluti af bókmennta
fljótinu að þá kannski á hún bara eina bók inn í sér og Sko, það tæmir er sig, fyndið þannig að hún næri ekki endurnæra sig. Er þetta hugmyndin það? Sko, ein tilgáta hjá mér sko, þess að konur eru svona dett út af sviðinu svipaleiti, til dæmis og Gabriel García er mikið svona hérna í tísku töfraraunsæðir að koma og bara þetta þykir ekki smart alveg lengur, en á sama tíma var gaman að bera saman kynningatekstana á hérna síðustu bókinu hans, þarna Hórubókinni. Þetta allt svona losta eldri manns til ungrar stúlku. Já. Og svo hérna lýsingun á Kvundagshetjunni. Hérna að bera þess að tvo kynningateksta saman. Já. En hvað er þetta? Dagbókum? Hörtu? Nei, þetta er eitthvað mun svona háflegara. Og textin þá líklega háflegari í honum en... Já, háflega þá er þetta bara alltaf svona eitthvað gamall maður og bara eitthvað hérna... Það meiri svo sjampóbrúsi hjá Auði. Ég er kannski meira eins og sjampóbrúsi hjá Gabriel García. En mér fannst svo merkilegt hjá þér, Katrín, sko, sem þú varst að draga þetta aldrei fram, sko, þegar þú varst að segja okkur á sem Tiger, eða Tía. Já, þetta er orðalegur. Hérna, sem eru svo uník og hún gerir þetta svo fullkomlega að sínu. Rithöfundurinn brýst einhvern veginn fram. Hann brýst fram henni. Hún finnur þarna fyndni sinni farveg í smáu. Já, í hennu smáa. Sko. Já, og ég man eftir þegar þessi bæklingar fóru að berast að nafn Auðar kemur hvergi fram þarna. Og maður vissi ekkert hverju þið skrifa þetta. En það leiði ekki á löngu að ég var farin að draga þetta úr pósthólfinu á undan dagblöðunum og öðru sem var þarna. Og las. Svo frétti ég skömmu síðar eða einhverjum mánuðin síðar að þetta væri Auður og ég sagði bara, auðvitað. Ég frétti þetta líka, ég man ekkert hvernig, sko, en einhvern veginn vissi ég að hún þetta væri segir frá þessu reyndar í viðtali í Moggan eða einhverju fylgiriti Moggans, þá viðtal við hana, ítalegt viðtal við hana, það sé tekið sumarið 2005 og þá er farið, þannig að þetta er skjálfest að hún gerði þetta og þá nefnir hún einmitt að salan hafi þarna rokið upp þegar bæklingarnir fara að koma. Ég held að Tiger sé sko stofnað nokkur ára fyrir, Tiger sé stofnað 2001 en bæklingarnir, elstu bæklingarnir sem ég hef spurt að vera frá 2004 og þá hafi hérna hún fundið þarna þessa fjöl sína sko. En ég held að hún hafi þurft að vinna fyrir sér hún gat fundið þarna fyndninni farveg án þess að þurfa að skrifa undir samning við bókaútgefanda og svo var hún alltaf að taka sundu kerfi, hún var alltaf að gaggrina, hún var að gaggrina heimilisofbeldi, hún var að gaggrina samfélagið, hún var að gaggrina heilbrigðiskerfið og í sumum textunum hérna finnst mann hún bara að vera að gaggrina neysluveikina. Hún er að gera grín af skraninu sem hérna... Og þeim sem er að lesa bæklingin. Þeim sem er að lesa bæklingin. Þannig að maður fekk svolítið svona blautu tuskuna framan í sig við að lesa þessa bæklingi. Og svo má ekki gleyma læknum. Nei, ekki gleyma læknum, nei. Og hún er svona, hún vill ekki láta svona festa sig, hún er í andstöðu við allt og alla. Ég held að sé ekki bara vilja, hún er bara þannig, hún er bara einhvern veginn eitthvað ólíkinda tól. Já, og það er bara svona aflín og svona einhver svona hollur mótfrói. En ég er ekki vissum að hún hafi tekið eitthvað nærri sér minkandi sölu á bókum eða minkandi vinsældi, hún var bara ekki þannig. Nei, það er nefnilega, hún er ekki sammála því. Ég er eins og það hafa ekkert... Mér fannst það nú samt að svona tímabili þá kom í hana svona kergjulegri tónn. Já, fannst þið það? Já, eins og oft að heyra á fólki sem að færi ekki áheyrn. Kannski asnalegt dæmi að öryrkinn í Hátúni sem hringir inn í út af sögu, hann kemur og svolítið svona með kergjulegan tón, það er vegna þess að það er enginn sem hlustar á hann, sko. Það er svona byrjar hann þar. Mér fannst þetta svona á tímabili hjá henni, kannski áður hún fór út til Rómar, ég veit það ekki. Því ég var náttúrulega í blaðamennsku og það var alltaf verið að fá þessa skemmtilegu penna sem við eigum til að skrifa. Þannig að, og það sumliti er áhugavert að veltaði fyrir sér hún og bókmenntaheimurinn, þar sem hún kemur eiginlega sem báðflenna og er ekki almennilega boðið inn. Ég bara ekkit almennilega, það er eitthvað svona, það er það sem er svo forðun sem Guðmundur Andri talaði bara þetta, það þótt ekki sko hæfa bókmenntunum, því bókmenntunum voru settar á svo háan stall. Vísa til sæti svona í andirinu. Já, sko, það var svo skýr skipting þarna einhvern veginn í há og lág og ég veit að bara Helga Kress hefur sagt mér það og ég
rætt við hann þennan dóm sem hún skrifaði Auði að Helga var skömmuð. Ég ætlum ekki að segja af hverju. Þetta æðislu dómur. Ég mæli með allir lesa hann dómur. En Helga fekk skammir fyrir að vera að lyfta upp einhverju svona ómerkilegu. Hjá fólki sem að bara áttaði sig ekki á Magna. List. Alveg magnað. Já, á listrænu gildi. En hún segir, ég sé bara þegar hún þarna, Helga greinlega grípið alveg strax, hún bara segist bara sér langt sem hún hafi lesið bara eitthvað svona góðu einlega, eða þú veist, hún mjög snortin. Og svo þetta bara svo flottu stíll hjá henni, þú last upp þarna daldið vænan bút úr einhverju verki sem ég man ekki hvert var þarna á þinginu. Og þetta var bara svo flottu texti. Já, það náttúrulega það sem var með hann og hún var svo góður penni. Já. Svo var hún náttúrulega ótrúlega fyndin. Já, bara, náttúrulega fyndin. Já, náttúrulega fyndin. Hún bara réð ekki við það, hún gat alveg... Hvað hún sagði, hún svo rosalega sögu í þessari sjónvarsmynd, einhver lítill strákur sem bað um sígarettu og hún hafði notið til pislu og segi ég eitthvað fer í fangelsi eða eitthvað, ég má ekki ólöglegt að gefa þér sígarettu en ég get nauðgað þér, viltu það? Eitthvað, þetta var eitthvað svona eitthvað, það er löglegt eða eitthvað, ég man ekki alveg hvernig sagan var. En málstofan hér fyndnust og það er það sem okkur finnst. Já. Já, það er eiginlega fáir sem maður getur bent á sem hafa verið álíka fyndnir í texta. En sko þróaði líka húma því maður lá sem krakki í Elíasbókunum og svo Banneitra samband og Njálsgötunni. Ég held bara með mína kynslóð, hún svona örfaði og þróaði húmor. Krakka gleypti þessar bækur í sig og bara... En þegar hún kemur þá er henni ekki alveg boðið til stofu og við hittir það fyrir svona bara kvenfyrirlitningu og svo líka svona hæbrá leiðindi að listin sé bara fyrir okkur innvíðu og þú ert boðflenna og allt þetta. En nú er liðið langur tími og menningin hefur breyst og það sem var byltingakennt við það sem Helga Kress skrifaði það líklega ekki lengur. Nei, en Helga er greinilega bara strax að þetta lifir mjög vel sem hún Helga skrifar og þessi dómur og annað sem langar að segja með hún er náttúrulega með ofbeldissögu og hún svona virkaði á mann eins og hún var með svona smá snertifælni eða svona henni fannst ekki þægilegt að fólk var eitthvað að koma nálægt og þannig að það er líka bara ef hún er einhvern tímann rannsökuð aðeins bara út frá því þá er sko saga konu með þennan bakgrunn heimilisofbeldis. Þannig að það er alveg sér. Líka eins og voru að tala hennar húmor sem að gæti verið svolítið beittur eins og var að býta fólk af sér. Hún er að segja ofboðslega sára og erfiða hlutið en við kannski erum ekki alveg að sjá þá að því hún svo, við skiljum þá þegar við lesum þá en við erum kannski alltaf að horfa svolítið á ásjón hennar eða þú veist frekar en kannski hún er alltaf að ná undirtökunum sko í einhverju glímu við heiminn. Já. En húmor er náttúrulega aðferð sem er ágætt við að tala eitthvað sem er of sársaukafullt til þess að gera með öðrum hætti. Já, og svona valdefling í því, þú ert að... Það eigur svona burðargetun á því hvað við getum sagt húmor, sko. Þannig þá er ég að tala um húmor sem er ekki bara fíblast. Og líka bara að bjarga sér, þú veist, röddin er hennar. Hún er að segja söguna með sínum, sem sagt, á sínum forsöndum. Hún er að hlæja þessum mönnum. Og það sem ekki svona björgun í því. Það er oft besta vopnið gagnvart valdi. Já, ég man eftir. Hýja á að benda á að keisarinn sé nakinn. Ég man nefnilega, hún var einu svona gestur hjá Gísla Martini. Hún var í einu þættinu, munið eftir þetta. Og ég hafði á tilfinninguna að það væru allir sko bæði Gísli og hinir tveir gestunir voru svolítið á nálum að þetta var bara þess að vera með tímasprengju. Þessi hvenær ætlar hún að klóra sko. Það er svo fyndin saga, varst það þú sem sagði þetta með raði hillur? Já, sko ég hitt hana talaði bara einu sinni við hana og þá hafði ég álpast inn í tækjabúðuna á Laugaveginum og vantaði eitthvað sem ég fann ekki fljótu bragði og hún er þarna eitthvað að svarast og það er svo vandræðalegt að vera glæddi lent í því að fara inn í búð og maður grípur einhvern annan kúnna og heldur að gefa sér að hann sé í afgreiðslu svo vandræðalegt þannig að ég ætlaði að hafa vaðið fyrir neðan mig og spurði afsakið, vinnur þú hér? Og þá leit hún svona upp eftir mér og sagði svona, heldur þú að ég sé að raða þessum kertum með þetta ganni mínu?
En þarna fekk ég minnskamt auði, þetta bara, já, þetta bjargaði deginn. Þú fjast glefs. Já, ég fekk glefs, mér þótti mjög vænt þetta. Annars en þú talar svo skemmtilega um þetta, hvernig hún sko lýsti litum og bara litirnir í því hvernig hún í textanum. Já, þegar maður fyrir að skoða svona orðaforðan, þá það bara mjög ábyrjandi, ekki síst í bókunum, að hún notar svo mörg litorð og hún býr bæði fyrst litorð sem eru til, en hún býr líka til ný, hlandblá augu. Og það er heigræn og það eru alls konar orð sem að hún býr til. Strumpablár, örhyggjukvítur. En hún hefur haft líka bara... Og svo var hún svo Hvað sagðirðu? Örhyggjukvítur. En sko ég heyrði eftir málstofnum, hún hefur svo rosalega góð kokkur og svo hún svona listræn og litaglöð og hún einhvern veginn skilningavitin einhvern veginn alveg á fullu. Já. Og svo var hún náttúrulega líka sko, með þennan rauða haus oft í svona grænum jakka og kannski gulum buxum. Hún var mjög litskrúðug í klæðaburði og þessi litafókus er mjög áberandi hjá henni. Hún er sett inn nú á dögum þegar allir eiga að vera í grá. Já. En það var líka, sko, hún talaði um að þessi mynd líka svona, að mammina treyst henni ekki til að gera neitt, ekki einu svona eitthvað að þeita rjóma í pönnukökur og svo og svo líka að hún sem sagt, var alltaf að vinna þarna í efnalöginni Stjörnunni, hún var kasólétt. Já, en hún hefur örugglega sko einhvern veginn þarna hefur hennar einhvern veginn kraftur legið að svo miklu leyti. Ég held hún hafa aldrei fengið neitt sérstakt pepp hún auðvurs. Nei, en hún fær sitt vald, þetta ógnarvald sem hún hefur. Ég segi hún hefur sjálf. Já, en hún fær það sem barn og úlingur með því að lesa og lesa og lesa og lesa. Já. Hún sagði einhvern tíma að það var ekkert langt síðan hún hætti að muna utanbókar á hverfanda kveli. Já. Hún las hún svo oft, hún bara kunni utanbókar. Já, hugsið. Hún var svo pyrruð þegar fólk var í stundum að tala um einhverja 30 ára gamla pistla sem hefur setið í því og vilja tala hvernig á ég að muna þetta? Þetta er alveg 4 vélritunapakkar á ári og það gera eitthvað 5.000 síður og á eitthvað, hún var með og svo alltaf að tala í tölum. Ég get aldrei munað. Nei. Hún er alltaf með þetta akkurat. Já. Í orðafjölda og pakkar af vélritunarblöðum er einhver eining. En fóru aldrei á internetið, greinilega. Herðu, en svo ég held áfram að hún kemur þarna inn og fær svona viðtökur en nú síðan hefur heimurinn breyst og haldið að tækartextanir verði gefnir út. Hver verður sess auðar í bókmyndum? Já, sko, bæklingarnir er ekki allir fundnir. Ég fekk þennan bunga frá tækafyrirtækinu. Svo fór ég í... Það er fínt titill á bók, tækartextanir. Tækartextanir, já. En svo fór ég var með bent á að fara í Þjóðarbókhlöðuna. Þar væri til einhver flokkur sem heitir dægurprent og það eru svona alls konar einblöðungar og textar sem skilst að sé bara þarna í hrúu, óflokkaða mestu, en starfsfólk bókhlöðunar pillaði þetta út fyrir mig. Þannig að nú á ég 33 eða hef aðganga 33 bæklingum. Þeir eru reyndar ekki allir eftir auðu því að svo tók Nanna Rögnvaldardóttir við og síðan eftir að hún lýkur störfum þá er einhverju aðrir. Þannig að það þyrfti að fara fílológist í þetta og greina þetta. Það er transgrunn, en svo er líka, hún var náttúrulega svo fyndin og það er eitt sem að mér fannst svo skemmtilegt sem Þórunn Hrefna Sigurjónsdóttir sagði í þessari sjónvarpsmynd. Það er að kallar óttast ekkert eins mikið eins og konur hlæja þeim og konur óttast ekkert eins mikið eins og kallar berjið á. En hún var að vitna í Margrét Atwood í tengslum við auði að hlátur að sko konur hlæja köllum stöðar svo rosalega mikið. Það er svona... En ég var að hugsa til því ég var að safna þessu dóti saman eða við að mér þessu efni hvað þetta er sko fljótt að hverfa. Þetta er svo forgengilegt. Já. Það er sorglegt. En sko til að svara þessari spurningu sem þú settir fram sko þá er ég alveg samfærir að auður hefur
sinn sess og mun á ókunnum tímum hafa sinn sess sem frumkvöðull í feminískum bókmenntum, þó að ég viti svo sem ekki hvort að hún var hrifin á þeim titli sjálf. Þeir eru upphefð. Já, þeir eru upphefð sjálf, sko, en hún var frumkvöðull og hennar verður minnst fyrir það á meðan við lesum íslenska bókmenntir, en ég veit nú ekki hversu lengi það verður. En hún virka svo mikið bara, hún var svo, held ég, bara svo eldklár. Hún var svolítið svona ofvita ára yfir henni. Og þú veist, og svo... Það er eitthvað svona náðagáfu og náttúrulega fáránlega orðheppin, eða það er til sem einhver sérstök íþrótt. Já, en líka bara hvað hún sér hlutina og svo sjálfstætt. Hún er svona eitt sjálfstæðasti rínandi bara sem maður hefur séð til og en svo, ég held að kundagsetta minn alltaf ég hef heyrað einhvern svona konum sem gefa þetta alltaf í sængurgjöf og ég sagði Auði það og hún sagði, og hvar fá þær? Bókin er alveg ófál, hvar fá þær eintök? En þetta er alveg Og svo náttúrulega verður hún líka fyrst til þess að leggja til atlögu við læknamafíuna og er að segja í fyrsta sinn hluti þar sko sem að eru nú, er dálítið mikið verið að segja núna og tala núna, þar að segja hvernig karllæknar gamlir hlust ekkert á konur. Sko New York Times auglisti þetta sem bara mikla nýjung fyrir nokkrum árum seinna. Já, það er ekkert langt síðan. Já, og mér bar það undir hana en að því mér ámar ég að hitt hana fyrir löngu síðan. Hún var það búin að skrifa læknamafíun en einhvern veginn hitt henni bara fyrir menntamálaráðuneytið og hún hélt mikinn fyrirlestur og mjög pirruð og var að koma frá karlkyns lækni. Mér finnst ekkert langt síðan ég heyrði fyrst að hjartaáföll lýstu sér allt öðruvísi á konum en körlum. Já. Man finnst alveg magnað. Þetta skulle ekki hafa komist á kortið fyrir bara núna fyrir frekar fáum ára. Svo heiti læknamafían lítil pen bók og ég las einhver dóm eftir Jón Þór þegar bókin kemur út 1980 og hann segir bara eitthvað pen, eitthvað lýsingar og líffærum og geðsvæðingu út af ég er að eldast og upptekinn af forgengilega tilverunar og eitt sem að mér finnst vera rosalega sorglegt er hvað húmor eldist illa. Er hægt að lesa kundasettuna og hlæja uppátt eins og maður gerði þá? Já. Hvernig stendur á því? Það er voðalega fátt, ég get sýnt 10 ára gamlar gamanmyndir og það er bara ekki séns að maður ekki lega þessu. Sumir eru bara klassískar en aðrir. Ég get alltaf lega Chaplin. Þetta var reyni ekki. Já, ég las aftur kundasettina núna til að búa mig undir þetta þing og ég segi ekki að það er pínlítið búið að eyðileggja mig sem lesenda af því að lesa yfir mikið af bókum þannig að það kom dálítið upp í mér svona... Þetta er svo strætóbílstjóri í umferðinni. Já, dálítið ég mætti nú kannski stytta þetta og hér má skera niður og kannski færa þetta eitthvað og ég var strax farin að hugsa svona sem er alveg óþarfi en þetta er alveg dásamlega bók. En hér svo stundum verður í manninsnu eitthvað svo ég fara að neymdroppa Kári Stefánsson var einn svona tala um eitthvað sjálfstætt fólk og einhver svona bækur og var eitthvað að tala um að engin ritstjóri myndi hleypa sig gegn í dag en það er fullkomleikin verður til í ófullkomleikanum. Þú veist, það er einhver ákveðin tótt sem væri ekki þarna ef þetta hefur eitthvað ofsnirt eða þetta þarf að vera þetta fljót eitthvað. Já. Jú, auðvitað eitthvað sem þú veist, myndi ekki verið hleypt í bækningin aftur eins og það einhver rafluðupakki og þá heit þetta 10 litla negra rafluður eða eitthvað svona. Ég hugsa að það myndi ekki vera prenta núna en mjög margt þarna er alveg að fyndið og var á sín tíma. Mér fyndið að þetta er alveg bara pínu Daniel Karms. Ég er að hlusta núna á Banetra samband aftur. Mér finnst þetta alveg að fyndið áður. Þetta er og þetta er eiginlega bara ramfyndið þessu kynlífslýsingarnar sem þú lastu upp. Já. Stórfljótið og Já, allt það. Herðu, takk fyrir að koma hingað og rifja upp Auði Haralds eins og voru að gera á Hugvísindaþingi. Gaman að fá okkur, Andri, Auður og Katrín. Kærar þakkir. Takk fyrir. En það verður eitthvað allt annað handan horsins á Rauðaborðinu. Við erum alltaf að reyna að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn og guðmættu hvað ekki og gengur eiginlega ekkert því að allt breytist þetta hraðar en við höfum undan. Næsti kafli er eftir augnablik. Þar stann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga
klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.